Nú ætlum við að skoða einfaldar jöfnur. Jöfnur eru tiltölulega einföld fyrirbæri. Sumir rugla þeim reyndar stundum saman við stæður. En við þekkjum jöfnur og stæður í sundur á því að jöfnur eru með samansemmerki, jafnaðarmerki. En stæður eru bara runa á svona táknum án samansemmerkis. Þar sem að jafna, eins og nafnið gefur til kynna, er með samansemmerki því að það sem er vinstra megin við jafnaðarmerkið er jafnstórt, jafnmikið og það sem er hægra megin. Og þar sem þetta er jafnmikið þá getum við leyst þetta. Við getum fundið út hvað x er. En x getur verið hvaða bókstafur sem er og stendur í raun og veru fyrir hvaða tákn eða hvaða stærð sem er. Þetta er bara tala. Munurinn á þessu og þessu hér er að við vitum ekki hvað x er. En þar sem þetta er jafna, þá getum við leyst það. Þeir sem eru talnaglöggir, þeir sjá strax hvað x er. En við þurfum að kunna aðferðir til þess að leysa svona jöfnur, til þess að geta leyst lengri og flóknari jöfnur þar sem við sjáum ekki lausnina, minnst okkur ekki strax. Og þess vegna skiptir máli að kunna þessar einföldu aðferðir, því að við þurfum að kunna þær þegar við leysum flóknari jöfnur eins og ég sagði. Það sem ég geri þegar ég ætla að leysa þetta er að losa mig við allt sem er hjá x-inu yfir jafnaðarmerkið. Ég ætla að reyna að taka út +2. Og hvernig get ég tekið út +2? Jú, með því að gera -2. Og fyrst ég geri -2 hér, þá verði ég að gera það hérna megin líka því annars er ég að breyta jöfnunni. Ég verði að gera jafnt báðu megin, annars verði þetta ekki jafna. Þetta núllast bara út og þá er x-ið 1 eftir hérna. X er jafnt og 5 - 2 eru 3 og ég er komið lausn. X-ið er 3. Hér er mínus. Ef ég gerir -4 hérna eins og ég gerði mínus áðan, þá enda ég í -8. -4 -4, það er -8. Þannig að það hjálpar mér ekki neitt. Hvernig núlla ég þetta út? Jú, ég fyrir hina áttina eftir talnalínunni og gerir +4. En þá verði ég líka að gera +4 hérna með líka. Þetta núllast út, x-ið situr 1 eftir og 5 + 4 er jafnt og 9 og ég er komið lausn. Hér er ekki að sjá neitt greinarmerki hérna megin, en hér er í raun og veru sinnum. Þetta eru 3x, 3 og sinnum x. Og hérna vil ég ekki fá 0, ég get ekki sagt -3 hérna, það hjálpar mér ekki neitt. Ég þarf að reyna að fá þetta sem 1x. Það ger ég með því að deila með 3. Þá verð ég að deila hérna með líka. Því að 3 deilt með 3 er 1 og 1x skrifum við bara sem x. 6 deilt með 3 er jafnt og 2 og ég er komið lausn. Í síðasta dæminu þá erum við með deilingu. Við styttum hana út með því að gera sinnum 4. Þá þarf ég að gera sinnum 4 hérna megin líka. Þetta styttist út í 1x, sem ég skrif aftur bara sem x, og 8 sinnum 4 eru 32. Við skulum draga. Til þess að losna við plús, þá ger ég mínus. Ef ég vil losna við mínus, þá ger ég plús. Ef ég vil losna við sinnum, þá ger ég deilingu. Ef ég vil losna við deilingu, þá ger ég sinnum. En þá er þessu lokið.